Já, hérna í gæra þá vorum við að tala okur og ég birti myndir af tveimur mótorhjólmönnum, annan sem bjó í Íslandi, Gunnlaugi, sem að borgaður 130.000 krónur á ári í tryggingar, kaskotryggingar fyrir sig og farþega og hjólið. Og svo birtum við mynd af honum Jack Daniels sem að býr í Svíþjóð og það kom fram að hann borgaði 15.000 kall á ári og munurinn var bara svo fáránlegur að við höfum búið að taka mörg dæmi hérna við rauðaborðið af óstjórnlegu okra á Íslandi. Þetta var eiginlega bara út yfir alla þjóðarbólk. Þannig að til þess að reyna að skilja þetta, hvert vandamálið er að þá eru hingað komnir 3 mótorhjólamenn, umræddur Jack Daniels sem er hérna, sem heitir Jack Hrafnkell Danielsson, Steinmar Gunnarsson sem er sníill og Spessi sem er ljósmyndari og mótorhjólamaður hefur keyrt mótorhjól víða heim. Verið allir velkomnir. Jack. Það er bara, stundum sagt, þú veist að maður segir bara, ég bara trúi þessu ekki og þetta er einhvern veginn svona mál og það er ekkert að rengja neitt í þessu en þetta er bara svo. Getur það verið að tryggingafélög í Íslandi sé að rukka mótorhjólamenn 8-falt á við það sem er gert í síðust? Já, sko, talan sem að ég setti upp, eða sem sagt, setti inn, þetta eru 1181 sænskar krónur, eða á Íslandi er þetta, eða íslensku krónum er þetta 15.638 miðað við gengið á föstudaginn. Og þetta er vantar ekkert í þetta, vantar ekki að þú ert ekki með kaskó, þú ert hérna. Þetta er fullt kaskó. Já. Þetta er fullt kaskó með vegahjálm. Já. Þannig að má ég spyrja ykkur strákar, hvað eru þið að borga í tryggingar ári, Spessi og Steinmar? Ég er að borga 130.000. Svipað og Gunnlaugur sem var í dæminu. En þú Steinmar, hvað þú að borga í tryggingu? Fyrir hjóli sem ég nota dagstaglega, það eru að borga 107.000 og það er bara ábyrgðartrygging. Það er ekkert kaskó. Ekkert kaskó. Ok. Og hvað, hérna Jack, þú ert náttúrulega búin að búa á Íslandi líka. Hvað getur útskýrt þetta fyrir mér? Hvað er þarna í gangi? Bara gengdalust okur. Það þarf að greiða arð til eigenda tryggingafélagana. Þeir þurfa að eiga fyrir salt í grautin, þessir aumingjast menn. Það er nokkuð ljóst. Þeir eru náttúrulega algjörlega á horriminni og þeir séu með einhverjar milljónir á mánuði í fjármagnstekjur. Það borgar bara sín 22% skatt af því. Ég get ekkert útskýrt þetta öðruvísi. Það er ekkert hægt vegna þess að Jú, kannski það að markaðurinn er smærri, hvað eru mörg, 5-6 tryggingafélög á Íslandi sem er að berjast um þessar fáu hræður hérna í landinu. Fleiri slys á Íslandi? Fleiri slys á Íslandi? Nei, ekki hlutfallslega. Ef ég má koma aðeins inn á slysatölurnar, þá eru slys á bifhjólum á Íslandi áberandi færri heldur en á hinum Norðurlöndunum og að auki þá hefur þeim fækkað alveg gríðarlega síðustu 10 árin þrátt fyrir að hafa orðið mjög mikil aukning í fjölda bifhjóla í umferð. Já, þetta er hárrétt. Steinmar, hafið þið athugað þetta eitthvað því þú ert nú í svona félagskap, formlegu félagskapsníklana? Hafið þið eitthvað verið að athuga þessi máli? FIB gerir reglulega svona átak í því að reyna að berja niður bílatryggingar, lokkar hingað til lands, erlend tryggingafélög næra að lækka smá tíma, en svo einhvern veginn er þetta alltaf keypt upp aftur og svo hækkar þetta aftur. Hafið þið verið með eitthvað svoleiðis tilraunir? Nei, við höfum ekki gert það, en ég gerði fyrir nokkrum árum síðan, gerði könnun á trygginga eða vátryggingafjárhæðum eða iðgjöldum og það var í gegnum FEMA sem er Federation of European Motorcycle Associations sem að sniglar eru aðilar að og þar kemur í ljós að
við erum að borga svona frá því að vera svona 3 sinnum meira heldur en félagar okkar í Evrópu. Já. Þó það er ekki allstaðar svoleiðis, en við getum sagt sem svo ef þú ferð í Suður-Evrópu og Austur-Evrópu, þar er verðið lægra fyrir okkur sem búum á Íslandi, en það er kannski ekki endilega lagt fyrir þá sem að búa þar. Já. Spessi, þú er það þannig að íslenskir mótorhjólamenn eru að borga þrefalt á við menn á næstu bæjum? Já, það er svolítið, það virðist vera það. Ég gerði svona smá könnun að ég vissi að koma í Rauðaborðið og ég hafði sambandi við, ég er formaður Harley klúbbsins á Íslandi og ég hafði sambandi við alla forsetana á Norðurlöndunum og danski forsetinn, hann borgar 47.200 á ári fyrir kaskotryggingu. Og þá ertu búin að þýða yfir á íslenska krónur, eða? Það er 47.000 á íslenskar. Já, íslenska krónur. Og þú með 130, þannig að þetta er næstu því þrefalt. Já, ég reiknaði þetta bara yfir og Svíþjóð var líka 47.500 og hann tók að reynda fram að þetta var tildulega nýtt hjól og þetta er svona á svona svæði það sem mikil umferð, þú veist það, og í Finnlandi þá borgaði finnski forsetinn 56.000 og svo var annar í Danmörku sem borgaði, sem er bara Harley bara, hann borgaði 64.000. En svo ég hef verið búið aðeins í Ameríku og ég hafði samband við ameríska vinn minn sem svona mótorhjólamann. Hann sagði að hann væri sjaldan með hjólið sitt í kasko, hann væri bara með það bara í svona í ábyrgðartryggingu og hann á nokkur mótorhjól, hann er með 3 mótorhjól í gangi alltaf, hann er mótorhjólsmiður og er með 3 mótorhjól sem hann notar og hann borgar 24.500 á ári fyrir þessi 3 mótorhjól og þetta er ekki kasko. Þetta er svipað á Steinmar, það þurfa með svoleiðistryggingu, 107, ekki kasko. Já, og þannig þú veist, hérna í Íslandi, þá þarf þetta borga fyrir hvert hjól, en samt sem áður, ert þú bara að keyra, þú keyrt 1 hjól í einu, skilur. Þannig að það er 3 hjól fyrir 24 skall og Steinmar borgar hvað? 109 skall fyrir 1 hjól. Og þetta er náttúrulega bara, þetta er svo, ákveður þarf alltaf að vera miklu dýrar á Íslandi. Þetta er bara, þetta er alveg svona landlæg svona græðgengun, þetta er alveg ótrúlega. Þetta er, í mínu tilviki þá er þetta einfaldlega þannig að hverju einasta ári er þetta, þú veist, það fari í þetta samtals kannski 6-8 klukkutímar í samningaviðræður og tilboðaleit hjá öllum þessum tryggingafélögum. Þú veist, ég er ekki tryggur viðskiptavinur neins þeirra. Það er bara einfaldlega gildir þeir sem að geta boðið mér besta verðið fyrir bestu tryggingarnar, þeir fá mín viðskipti. Hinn geta bara átt sig. En þetta er okkur einasta ári það maður að standa í þessum barningi og ekki og það er alveg áberandi verst fyrir mótorhjólum. Ég tryggi líka bíla og hús og innbú og alls konar svoleiðis. En þú veist, þetta er bara, þetta er eiginlega alveg með ólíkindum og svo þetta, ef maður á mörg mótorhjól, þá maður að borga af þeim öllum, slysatryggingar af þeim öllum.
og ábyrgð af þeim öllum. Þetta er svo gjörsamlega galið að það tekur ekki nokkru tali. Ég væri alveg til í að borga kannski fullt iðgjald af fleiri hjólum ef iðgjaldi væri ekki 107.000 kall. En Piltar, nú myndum við ætla það að mótorhjóla menn væru harðir jaxlar og lét ekki fara svona með sig. Hvað gerðist eiginlega? Ég get orðað þetta öðruvísi. Ef að tryggingafélög fara svona með mótorhjólamennina, hvað gera það bara við okkur venjulega fólkið? Góð spurning. Við erum náttúrulega bara ljúfir drengir og svona, en sko, málið það sem ég líka rekið með á, að það talað að sé samkeppni í þessu landi og svona, en það virðist vera, öll tryggingafélög eru öll með svipuð verð. Það alveg, þú veist, ég pröfa að leita svona til flestra, það er öll tryggingafélög með sama verðið. Það er eins og þessi bara samráð svona einhvern veginn. Það er það. Það er ekki vafi á því. Það er alveg rétt sko að hérna í vor þá hringdi nú einhver tryggingasölu fugl og vildi selja með tryggingar og ég leyfði honum að sprikla svolítið og reynda dálítið mikið og hann var kominn svolítið nálægt því sem að ég er að borga núna en var samt aðeins yfir og ég potaði í hann eins og hægt var og hann potaði svo aftur í tryggingafélagi sem hann var að vinna fyrir. Það bara, þú veist, þegar það var komið niður á ákveðið stig, þá bara snúaði sig við og skilaboðin er bara að þú vilt ekki þá bara máttu éta þessi múti frís. Hvað eru mörg hjól á Íslandi á götunum? Vitið þið það? Það eru einhver staður milli 8.000 og 9.000 hjól sem eru á skrá. Já, þannig þetta er svona, ef maður tekur bilið á milli bara 50.000 krónuna sem að voru í dæmunum frá formönnunum í Harley forsetunum í Harley Davidson klúbunum í kringum okkur og því sem að spes er að borga, það voru 80 skall, þannig að mér síðast að vera svona 720 milljónir sem að tryggingafélögin taka af ykkur á ári með því að ofreikna ykkur, því að það er engin rök fyrir þessu að þetta ætti að vera dýr á Íslandi, ég get ekki séð það er ekki hækkun í hafi eða flutningskostnaður eða neitt í þessu. 720 milljónir frá mótorhjólasjóðinni. Annað sem að mér langar til að koma inn á í sambandi við þetta, hérna í Svíþjóð, að bílatryggingar eru miklu dýrari heldur en mótorhjólatryggingar. Það er alveg stórmunur á. Við erum með Audi fólksbíl, 2006 módelið og sem dæmi ég var að kanna hvað myndi kosta að skipta tryggingafélag og með hvað að spá í þetta og málið er það að kaskótrygging fyrir svona bíl er ekki undir 7.000 sænskum á ári meðan að mótorhjól eins og mitt er á sko rúman 1100 kall eða tæpan 1200 kall. Annað í þessu líka sko, sem að mér finnst svolítið skrítið og eiginlega bara stórskrítið er að þegar maður fer að spá aðeins í þessum málum upp á Íslandi sko og svo sérstaklega mér langar eiginlega dálítið til að negla það á steinmar vegna þess að þetta er náttúrulega bifhjólasamtök lýðveldisins, sniglarnir. Ég meina þetta eru hagsmunasamtök bifhjólafólks á Íslandi. Ég meina af hverju eru þau ekki að vaða í hlutina eins og var gert í gamla daga, þú veist, sko þegar þeir fóru af stað í gamla daga, þegar tryggingarnar ætluðu að hætta, ég man ekki hvort það var rétt fyrir 90 eða í kringu 90, þá ætluðu tryggingafélögin bara hreinlega að neita því að sko tryggja mótorhjól. Það var farið af stað með fundir og það var farið af stað með herferðir og það var farið bara með látum af stað. Og tryggingafélögin eru að bakka með það vegna þess að lögum samkvæmt urðu þeir að tryggja bifhjól. En þá sögðu þeir, já, jú, við skulum tryggja hjólið en það kostar þig 500.000.
Ha, Þá þá fóru sniglarnir af stað. Já, sko, það búið að ræða þetta mikið og það búið að gera nokkar tilraunir og þetta einfaldlega þannig, ef við höfum ekki kannski 100-200 viðskiptavini bara sem eru tilbúinir til þess að hoppa, þá ekkert tryggingafélag tilbúið til þess að gera nokkuð skapaðan hlut. Nei, ég veit það. Og- En það og- líka annað sem að þið geti gert, af því að Ísland í Evrópska efnahagssambandinu og samkvæmt því getið þið farið í samstarf við erlend tryggingafélag, hvort sem það er í Þýskalandi, Danmörk, Noregi, Svíþjóð, whatever. Vissulega gætu við það ef við fyndum eitthvað tryggingafélag sem hefði áhuga á því og tryggingafélag sem að uppfylli þær kröfur sem eru gerðar til þess að mega starfa á Íslandi. Það er búið að vinna dálítið í þessu. En orður til alls fyrst og kannski leiðir þessi umræða til þess að það fari eitthvað í gang, við skulum sjá til. Kannski farið á mótmæli eitthvað, við verðum til að sjá mótorhjólamenn keyra niður einhverja götu og mótmæla þessu gengdalis og okri, því að 720 milljónir sem þau eru að taka í einhverja óþarfa hagnað og færa eigendur sínum enn náttúrulega ólíðandi. Ég hveti hvernig að gera eitthvað. Mótorhjólamenn mótmæltu nú einu sinni fyrir framan Alþingishúsið og það voru læti sem að urðu til þess að það var farið í aðgerðir. Þetta var þegar að vantaði táknmálstúlka. Ég man ekki hvað það voru, 300-400 hjól sem að mættu og þöndu hjólin og flautuðu fyrir utan þinghúsið meðan að ræður stóðu yfir og þetta hafði sitt að segja, þess að túlkar fyrir blind, daufa eða hvað það heitir, sem sagt fjölfattaða sem að tjá sig með táknmáli, þú veist, þetta gekk í gegn, ekki að fullu, en þetta ýtti hlutunum á stað og ég meina, ef að hjólafólk á Íslandi get ekki staðið saman í því að anskotast í tryggingafélögunum og neita bara að skipta við þau, sko, þá segja allir, já, en ég með allar tryggingar hjá þeim. Ég þarf þá að flytja allar tryggingar. Ég meina, flyttu allar tryggingar. Taktu þið bara 2-3 daga í það og gerðu það. Þetta er einmitt svo afsökun sem að hver einasti maður kemur með. Ég veit það og þetta er bara lýsandi dæmi aumingjaskapinn og letina og meðvirkni. Piltar, núna nú haldið þið bara áfram að ræða þetta mál. Við dreifum þessari klippu af þessu samtali á Facebook og víðar. Kannski verður ykkur umræði kringu það, kannski kemur eitthvað út úr þessu. En ég þakka ykkur kærlega fyrir að koma hingað og segja okkur frá þessu. Þetta er með svona grófustu okurdæmanum sem við höfum haft hérna. Takk kærlega, Spessi, Sigmar og Jack. Hérna á eftir verður talað ofskynjunis.